Jæja, þá erum við komin hérna með Volkswagen Taygo. Menn getur kannski haldið, hvað þetta? Af hverju þessi bíl komin hérna meðan að Volkswagen að framleiða bíla eins og T-Cross, T-Roc, Tiguan og ég veit ekki hvað, svo komaða með Taygo. Hvar fellur hann inn í úrvalið hjá Volkswagen? Þetta í rauninni bara Polo sem búið að búa til svona kúpubak úr. Og það má vel að segja það að þetta basically bara T-Cross, hann pínu lengri en þetta alveg rosalega skemmtilegu bíl, það gott að aka þessu. Hann með 110 hestafla vél þessi, 3 sílendra og hann sjálfskiptur og hann að eyða svona 4,8 til 5 lítrum. Hann ekkert snöggur upp, hann alveg 10,5 sekúndum, hann geti fengið sér bara puls og kók sko, meðan hann komast upp í 100. En það ekki málið í þessu tilfelli. Hvað hér onni? Þá erum við að tala um 3 sílindra bensínvél sem hann gefur 110 hestöfl og að eyða svona 4,8 lítrum. Hann hljóðlátur, hann lætur ekki mikið yfir sér. Þegar þú gefur honum inn þá tekur hann ágætlega við. Þetta alveg ekta flottur borgarbíl og þetta kúpubakur, coupé eins og kallað í stóru löndunum. Þetta eru bílar sem eru svolítið meira að reiða sér til rúms, eins og til dæmis það ID5, bróðir hans, hann kom núna sem kúpubakur fyrir nokkrum mánuðum. Nú síðan til dæmis Renault Arcana, það annar svona bíl sem svona í laginu og þá getum við líka nefnt Honda HR-VAF bílinn og til dæmis Citroën C4. Þetta allt með þessu svipaða lagi og það kannski verið að ná svona fram svona sportlegra lúkki en ef þú ætlar að fá þér alvöru sportbíl þá náttúrulega bara færðu þér eitthvað svona coupé bíl sem 2 dyra og með stóri vél og fullt afli. En þetta ákaflega skemmtilegu bíl að aka. Hérna erum við með ágætis pláss fyrir mig sem 1,87. Fínt fótapláss, það ekkert að trufla mig hérna neitt. Leggirnir á mér ég ekki með að kramda svona saman. Það nóg pláss hérna. Stýrið í fínni hæð, það hægt að draga út og hækka og lækka. Maður hefur séð að verða. Þetta ekkert organdi mikið pláss og maður þarf að passa sig svolítið þegar maður stígur út úr þessum bíla, hann slúttir hérna svolítið. Ég myndi segja þetta sé í lagi, þetta ekki mikið pláss en sætin hérna aftur eru allt í lagi. Þau halda alveg ágætlega við. Þetta Volkswagen sæti, það eru gæða sæti og hér eru nokkri sentimetrar alveg upp í toppinn þó ég sitt alveg beitt hérna sko. En að sjálfsögðu færi vel hérna börnin og það eru 2 USB-C tengi fyrir sikkert síman eða spjaldtölvuna hérna þannig að þetta prýðilegt. Hér eru bara nokkur margir lítra. Við erum að tala 440 lítra. Það örlítið starra pláss í þessum bíl heldur en í T-Crossinum. Þar hann einhvers staðar rétt 380 minni mig. Það með þetta hæðarskipta hérna. Það að fá talsvert meira pláss með því að leggja hérna, færa gólfið aðeins neðar hérna. Hérna erum við með bara þokkalegt hérna varadekk, svona aumingja. Þetta kallaður aumingi. Sem sagt þessi dekk bara rétt að duga að hjólbarðaverkstæðinu. Þetta ekki persónulegt. Ekkert persónulegt. Síðan erum við hérna með 40-60 niðurfellaleg sæti og þá erum við komið með kannski 1300-1400 lítra geymslurými hérna. Ég myndi bara benda mönnum á að kaupa sér Caddy eða þeir ætla að fara nota þetta sem sendibíl, þetta bara fólksbíl en það alveg dúndu pláss hérna, þrælflott. Hér eru heil ljós hérna á milli, þetta svolítið svipur á Volkswagen í dag. Hérna undir þetta svona nokkuð hefðbundið, satt best að segja þá finnst mér þessir bílar sem eru með svona smá hallandi línu hérna, þetta svolítið smart, koma ágætlega út. Taygo, hann var framleiddur fyrst og hann hugsaður í Suður-Ameríku eða Brasilíu. Þar heitir hann reyndar eitthvað annað en fyrir Evrópumarkað hann kallaður Taygo og það náttúrulega búið að færa hann aðeins að Evrópumarkaði en hann framleiddur á Spáni þessi bíl og lætur bara vel af sér þar. Það sem ég vildi koma á framfæri hérna en nú ég búinn að prófa fullt af bílum frá Volkswagen, þessa nýju bíla og
minnisstæðasti bíllinn, hann ekki endilega sá dýrasti í línunni þeirra, heldur það T-Cross. Sá bíll kom að mínum að þetta alveg gríðarlega skemmtilega út. Það óbáslega gott að keyra þann bíl. Það sem að þetta svona næstum því T-Cross, þá vil ég bera þá svolítið saman. Í minningunni var T-Crossin sko ekki síðri í akstri. Mér finnst hann eiginlega, maður satt rosalega vel í þeim bíl. Þessi bíll þrælþægilegur í akstri. Hann hljóðlátur, þú finnur ekkert, heyrir ekkert mikið vélarhljóð sem ágætt því að ég ekkert svakalega spenntur við 3 sílindra vélarhljóðinu. Mér finnst alltaf notalega að heyra 4 sílindra vélina malla. En vissulega 3 sílindra svona lítil vél höfð í bílnum til þess að hann verði hagkvæmari í rekstri. Í þessum bíl einmitt 1 lítra 3 sílindra vél. Hérna allt til fyrirmyndar. Við erum að tala að það allt stafrænt hérna í mælaborðinu. Hann með því flottasta sem í boði hjá Volkswagen og það sem að mér finnst vera mjög skemmtilegt í þessum bíl að hér eru takkar. Það snúningstakki fyrir hitann og og hraðastillinguna og valið á hvar blásturinn á að koma upp. Þetta finnst mér meiri áttar vegna þess að til dæmis ID4 þá ertu með þetta í einhver svona snerti dæmi fram og tilbaka og það erfiðara að eiga við það í akstri. Þessi skjár líka, hann svona byggður inn í mælaborðið. Mér finnst þetta mjög flott, mjög þægilegt að þú veist, það allt fyrir fram á mann. Og varðandi aksturseiginleikana þá slá ekkert af þeim í þessum litla Volkswagen. Það eins og ég var að segja að T-Crossin, hann kom ákaflega vel út. Við vorum ákaflega hrifnir af T-Crossinum og fór vel með hann á vegi. Við til dæmis prófum hann á Nesjavallaleiðinni og hann kom ágætlega út. Nú verðið á þessum bíl, það hefur hækkað reyndar bílakostur landans. Það einhvers stað frá 4.7 til 4.9. Það hvorki ódýrt né kannski fokdýrt en þetta ekkert stór bíl heldur. Í heildina litið þá ekkert hægt að finna þessum bíl. Maður skilur samt ekki fyrirtæki Volkswagen að bæta þessum bíl inn í Evrópu vegna þess að T-Crossin, Poloinn, Polo Cross og T-Roc og svo jafnvel Tiguan, allavega þessi sem að framhald töldu bílarnir, þeir eiginlega mjög svipaðir allir til hvers að vera að bæta þessu við. Maður svona bara veltir í fyrir sér. En við höfum úr meira móða, það meira úrval í boði og það eru fleiri valmöguleika fyrir þá sem að leita sér að bíl sem að hentar best hverju sinni.